vi har aldrei lent í því heldur. Einu sinni held ég. Ég veit sömu samkeppni að þetta búin að vera mikið skipta svona. Það ekki að byrja. Já. Ætlar þú að segja eitthvað? Þú bara byrja. Ég bara byrja, ok. Velkommen. Emil heter ég. Jeg er Dani, en jeg er búin að vera á Íslandi í svona 7 ár núna. Så jeg taler svona íslensku, en ikke fuldkommet. Jeg er fra Vörukøb, þar som jeg vinner med svona, jeg er mest að sjá varmadæla og svona kælideilden hjá okkur. Fleste eldskoner med kælimedlinn á. Og vi er til dæmis að vinna mikið fyrir bonus og kronan i gennem kælefyrirtæki og sådan noget. Men så har vi begyndte med varmadælerne, når jeg begyndte i fyrirtækket, fordi jeg var búin að selja þetta mikið i Danmarkur fra dansk helt og Vörukøb var med Mitsubishi Electric, som er mjög svona hágæði fyrir innan varmadæla. Og jeg visste at vi gæti gert bara mikið meira í varmadælerne, heldur en að selja bara fjölskyldan. Så það byrjaði svona. Jeg fandt svona smá fyndið mynd hérna, som stundum með folk bá í og gera svona og vera með einnitæki í fleira herbergi og svona. En það svona einfald lust, það bara að bora gatt á vegginn og setja það í helmingin svona. En það er eitthvað svona som man vil helst ikke lente i. Líka þess vegna jeg er svona oftast at mejle med, eller aldrig får mejle med, og få folk i uppsättning som kan aðeins á þetta. Og líka ikke være fægen og bare spørge, ef það er eitthvað man ikke alveg viss så man frækker at spørge, i stedet for bare at gera eitthvað, og så billeder der kanskje, eller man er sådan, man er lenter i væsen, alligevel. Der er sådan små fyrirtækket Vörukøb og stopnað í 23, og vi er sådan mikið í pípulagnarefni og syðufising og sådan, loka fyrir innad, skip og alls konar svona. Það er cirka svona helmingin af það som vi velta núna líka, en så hinn helmingin er svona kælidót og varmadæla. Så fyrir rúma ár siden var vi arbejdet ved Oso Hitakúta, som er búin að vera á Íslandi bara mjög lengi. En það var ingen som var svona med, man var kannski átti eitthvað kúta, eitthvað smáttari, en vi afsolgte mikið og líka upp í stóra kúta og gæti útvera fyrir bara upp í 10.000 liter. Så er vi líka med svona getninstreymis frá Klegi, som noter mikið rafmagn, en bara þegar er nótkun. Jeg er mig selv med svona i bostaden min, og der er kannski ikke nedslivarsnotkun i sådan en måned, en så noter han ikke neitt, men så er líka alltaf nóg fyrir styrte, eller vil láta reyna í heita pott, eller eitthvað svona. Jeg gæti halda þetta bara svona. Ok. Þú sí, ná. Jeg er fast svona. Okay. Så er vi líka svona nýjeste som vi er kommet med, það er svona norsk closet, som er svona brennslu. Og það er til dæmis henta vel ef það er erfitt að komast af svona rådþró og svona. Það er fyllt af eigum og svona, það som er mjög erfitt að koma rådþró á, og líka dyrt, fá gröfu og grafa þetta ned og þarf að tæma þetta og svona til dæmis. Og það er mjög vinsælt í Norge, það som er mikið af svona berg, eller mjög erfitt og þarf að sprengja ned í jarðveginn til að fá plás. Og það var ingen med umbud, og mest kæresten min, hun var med mikið áhuga fyrir þessu, fordi vi er selv at bygge søvnbrostad, og dejler og genstemmesætter og være at sidde med closet og hele pakken. En það er svona
gæti kannski vera líka spennandi fyrir eitthvað hérna sem kannski eitthvað björgunarsveitin eller eitthvað svona. Það líka svona búin að hugsa til. Þetta skeggið sem að gera það. Já, það varst þú sem að setja þetta á sko. Svona. Þá getur öll að setja á það. Já. Ja, så mye ofte når man taler ved folk som kommer bare ind til okker i buden, så helt folk at de vet alt om varmerdejler, fordi så virker bare ind til iskap, og så man så man kan det næsten ikke se om net, og det alt med sådan mye ervide spytninger og sådan rener. Ja, og så ja, jeg vet så det meget ømmet der, og vi sådan kejle særfrænger. Og en varmerdejler og iskap sådan i rønnet der samme. Og man kan det til dig med, at man sætter iskap i hørth, så var det bare varmerdejler. Man var sådan at fejre. Du i rønnet bare fejre orke, som til, og iskapen virker sådan, at du tager orke ud maten, þess vegna ved den kaldt, og så hitter den færd bak ved iskapen. Man noter sådan, kejletekning sådan, at man noter þessi faser skiftet af kejlemiddel, og der i hérna fljótandi formi, og så det i sådan gøve formi. Og i þessi faserskiftet gæti man gemt så mikið orku. Man gæti til dæmis ímynda sig, ef man og sjóða vatn, så fer það upp á 100 grader, så er det bare 100 grader til alt vatnet er gøve, og så bliver det at være mere end 100 grader gøven. Og lige sammen, når man frister i kvar, så er der 0 grader, og så er der bare 0 grader til alt er fast formi, og så er der mindre end 0 grader. Der er sådan sent adens med der sådan en tekne mynd, jeg ved ikke, if I búin sjá sådan en mynd áðan, en það var allir það útskært það mjög vel, hvernig man at vinder. Man til dæmis, vi bliver bare i botnen hérna, er vi med utetækket, eller eimerinn, som er sådan en eimer kejlemiddel op. Så kommer ind sådan fljótandi til utetækket, og så er så og hitter ud umkvædet, og þess vegna gøver op. Hun þarf orker til þess og skifter formi, som hun og tager ud umkvædet. Så færd der i kejlepresseren, som noter eitthvað smá ramagn. Jeg ved ikke, om man gæti at nota musen hérna. Nej. Gæti man sige mig eitthvað hérna? Pen eller laser pointer. Eitthvað svona. Er det ikke svona? Jo, det er svona. Ja. Ja. En kannski lige til at begynde med. Man er sådan at vinde med hérna i þessi skal at kejlemiddel á fljótandi formi, så at det gas hérna hægre men, og hérna i middju at bland af vökvi og gas. Það som gerist, man kemur með fljótandi ind, hérna venstre men, ind i eimerinn, så at det bland, og man kejler úti, tager orke ud umkvædet, så er der fyldt gas, man vil ikke være med kvarvøkve ind i kejlepresseren sin, så man derfor gøver der alt op, så fætter der ind i kejlepresseren og op i hittersteg og þrýsting, og så er man med indetækket til dæmis if man er hitter. En það som er sådan ramags op til dæmis mynde noter bare ser bare 1 kilowatt hérna som fer i kejlepresseren. Það myndi vera hitta beint. 1 kilowatt ramag vera 1 kilowatt hitta i ramagsopn. Og líka i hittatúba og svona til að hitta vatn. En varmadælan, hún sækja all þessi orku bara ókipis som til. Hún bara færa orku som til. Så hittan som vera inni, það alt som vi kejler úti. Der kan det være, alt efter hitterstedet ude, kanskje 14 kilowatt, så bare der, og så vil jeg og noter 1 kilowatt i kejlepresseren, som er lige kejlt med kejlemiddel, så der vil alt hitter. Vi har fået 5 kilowatt fra 1 kilowatt af ramag, og vi må fejre orke som til.
það som gerir varmadæla mjög god. Så ef man á til dæmis sumarbústað með rafmagnsofna lítil, så gæti man til dæmis vera með loft í loftvarmadæla og minka bara rafmags upphitun svona töluvert, bara mjög mikið. Það svona, ef það veður eins og núna, mjög kaldt, så er vi med minna, það meira erfitt að vera fristis, og man ikke ná eins mikið hita út, þá myndi þessi vera svona styttri. Þessi myndi fara lengra hérna, men að kæla minna úti, nota, og så var man að fá aðeins minna hérna. En þegar mjög heitt út, eller +10 eller eitthvað svona, til dæmis, það er mikið meira orku til, og mikið einfaldara fyrir varmadælan, og það er man líka að fá mikið betra nýtni. Og það er líka, það er til dæmis hérna, ef það er -20 grader úti, så er varmadælan samt að ná í orku. Hún er ennþá að kæla úti. Og fyrir kælimiddel, það er -20 ikke sérstaklega koldt. Du gæti sumu varmadæla við með að vinna alveg niður -35 grader úti. Og ennþá að kæla. Og så vera kælimiddel kannski -40 grader. Så vi er sådan, eller gøver upp ved -40. Så vi er ennþá að sækja orku. Så nu aldrig jeg har sådan en mejle med at bruge til eitthvað skjól. Man vil helst ikke lenda í að útitækið lítur svona út. Það gæti frista upp ef það er veður eins og í dag mikið rók og bløt og så er vi að kæla meira, så hún er alltaf kaldara enn umhverfið. Hún myndi mjög fljótt safna upp hérna klaka á sig. En ég er svona að mæla með alltaf setja þetta svona skjólmegin, en kannski líka setja eitthvað þak eller svona skjólhús í kringum útitækið. En það á móti það má ekki vera oflokað, að við þarf að sækja í orku. Stundum að folk búin að setja þetta undir bústaðan og klæða það alveg alls saman, og så verður þetta bara fristeklifa. Og við útitækið veit ekki neitt hitasted, það er bara innitækið som ráðu, er það nóg heitt, ef ekki, så hún að segja útitækið og byrja að kæla, eller ná í orku som hún gæti nýtt sig inn í. Så gæti man líka, ef það verður eitthvað tíman +20 á Íslandi, snúa kerfið við, og nota þetta til að kæla. Og það er vi siden bare at fejre orke, det er kaldt ute ved at fejre orke ind, når det er helt ute ved at fejre orke ud. Og það er líka, ef man lender í eitthvað svona mikið klaka, så gæti man líka smá svona cowboy tricks og setja hann til að kæla. Og því så er man længere timer í árýmningu og hita upp útitækið til að ná klakkan af svona indenfra. Så langt med at sige et mynd som jeg findes mjög godt og ikke som folk er oft og væsentligst med sådan folk er ofte sådan at spørge hvad koster mindste ódýrst til varmadælan. Jeg er bare med eitthvað 205 meter hus og vil bare mindste varmadælan og må ikke koste net og jeg vil samt få spare og bla bla bla. En það er svona smá miskilningu í gangi og við varmadæla, hún þarf að vera svona rétti stærð og það ef man er með dæmi hérna minnsti varmadælan í þessa gerð til dæmis LN, hún er hugsað í það sem heitir P-design, så ef þú er með hús og þú vil hafa 20 grader inni og það er -10 grader úti og til að halda þessi 20 grader så þarf þú 3,2 kilowatt. Ef það er således, så kan det være stort hus som er mjög vel einangruð eller mindre hus som er vera einangruð. Ikke i gróðurhús og svona, ég myndi aldrei mæla með, man þarf að vera með eitthvað einangruð. Så myndi nýtnin som er gefið upp, það myndi svona passa, eller það er það som það er svona hugsað fyrir. En mjög oft så er folk svona að segja, okay, lappa inn svona, hvað kostar 6 kilowatt varmadæla? Okay, 6 kilowatt varmadæla, það er bara stærste varmadælan hérna, hún er 6 kilowatt og hún er líka hérna ved -15 grader á fullu, 6 kilowatt.
Så jeg myndi segja að ég gerði það mikið í byrjun, bjóði bara stærste deilan, en så var folk alltaf búin að fá tilbud frá öðrum í minste deilan, som líka 6 kilo hver. En það á fullu ved plus 7 grader úti. Og það munar 22 grader úti hittastegi. Og eins og vi var og skoðaði áðan, så det mikið meira erfitt á hittana, það mjög kallt úti. Så þessi varmadeilar bara töluvert stærra heldur inn minste varmadeilan. Og líka það som gerast, ser vi þurfti 4,7, huset okkar ikke ens veleinangrað eins og vi held, eller huset stærra, eller vi þarf bara meira hitta. Så hun ikke ná samme 19, en som man var búin að hugsa så hun ikke med samme NF. Vi var búin að velja rette deilan. Hun med minna 19, eller hun med 4,6 og mot 5,2. Ja, for det kanskje 2% større hus. Så hun myndi være med bedre 19 i þessi tilefni til dæmis. Mega það eitthvað sens. En það allir var eitthvað som folk gerði oft, så man bara, okay, minste deilan, og så verður man bara ikke ánað með þetta. Og man kannski að spara eitthvað, en man gæti vera að spara meira við að taka rétti stað. Þess vegna ég líka langt best að tala við folk, og því folk veit langt oftast ikke hver stað þarf. Man bara sådan, bare eitthvað lítil, og það má ikke kosta of mikið. Já, en ef du taka rétti stað, þá du bara og borgar sig mycket bättre. Hun myndi líka endast længere. Og dæmi vi sådan ofte tager frem, der if du med Yaris til dæmis, og Land Cruiser, hun myndi aldrig tage velen fra Yaris i Land Cruiser. Hun myndi kanskje kære, en hun myndi bare ikke endast ens længe en, som hun þarf. Og ja, jeg held það sådan et dæmi, som folk skilur kanskje aðeins bedre med biler og sådan noget. Ja. Så sådan ja, med kejlemidler, individuelle billeder her, kan man bare nota mikið síðasti svona kynnslóð var man að nota 410 kejlemiddel, en það mjög hátt svona það som heter svona global warming potential, som man að mæla i eller med hérna kejlemidler 404, það mest ja, kejletæki og sådan búin að fasa það út. Það som notað núna i varmadeilar, það 32. En så bare ja, næste kynnslóð, það verða propan, eller 290. If man ser ja, þessi global warming potential til at udskære það smá, þá man alltaf var med ved CO2, hvað 1 kilo kejlemiddel á móti, eller hvað það mikið CO2? Og 1 kilo CO2, það 1 kilo CO2. En 1 kilo 410 til dæmis, það mere end 2 ton CO2. Og þess vegna man alltaf for at reyna núna að minka eins og 32, það 675 minni. En það sådan líka 1 kilo svona, það samme som næsten 700 kilo CO2. Og man sådan og så man kommet ned med propan alveg ned i 3. Så man bare der sådan ja, godt for det umkvædet, eller så man þarf ikke ja, man þarf at passe sig, og fordi der elfemt mikið meira heldur en hinsko. Þessi var ikke elfemt. Ja. Samme virkning alveg, samme ja, der sådan ødevise komponenter, man sådan der mjög svipað 19 i ámilli. Man sådan med propan i fremtiden, du gæti ná aðeins hæra hittastigi á neysluwatt til dæmis, som plus. En það skipta út? Nej, du þarf, og fordi það elfemt, og du þarf komponenter, som sådan approved for det sådan. Og fordi efter kemur eitthvað smá, så gæti du bare, ja, der man þarf sådan at passe sig med det i fremtiden med det. Ja. Nej. Nej.
En það líka eitthvað, ég selv kommet med sådan en e-learning fra Mitsubishi, som vi fara i gegn, og það líka eitthvað sem ég myndi dela með öllu í uppsetningu og svona sem hafa áhuga, eitthvað sem man þarf að fara í gegn til að vera svona auka, man ikke sjóða dót saman lengur og eins og úti. En það svona ýmislegt man þarf að hafa í huga. Þessi R32 núna, Já, en hitt framtíð. já. Hvað það, mörg ár í það? Nei, vi verður með fyrste Luft i Luft til dæmis var búin að panta. Það kemur í maj. Búin að selja 2 folk að bíða, eller svona værkfræðingur, sumarbosteder og svona folk som har svona, ja, vil du næste kynnslóð? Já, takk. Jeg vil bare nýjeste. Sprengi og eldfimt og 600? Já, það mjög svipað. Það í rauninni bara, ja. En það samt annað vinnuþrýstingur á 290 og 600? Já, en mjög svipað samt. Það mjög svipað. Men noter meira 600 i iskápa og svona. Propan verður mikið notað í svona middelstarða kæli. Ef þú með kæli klefa til dæmis, så verður svona innstungu unit eller svona, það verður propan. Luft i luft varmadæla, luft i varmadæla, eldvarmadæla verður propan. En så i mikið stærre varmadæla, som jeg med aðeins setna. Það með eldvarnir og annað í kringum ekki meiri kröfugerða til þessar varmadæla sem með? Jo, það bara, það má ikke komme, ja, så það, en það líka man búin að setja eitthvað likt í þessu meira, så man finder mikið indfalder efter læker, så du sådan, okay, það eitthvað skrittet hérna, og hun líka að segja frá, men það líka meira tækni í varmadælerne. Þeir veit alveg að það hægtilegt, eller sådan. Man þarf að vita hvað man að gera, sko. Men det svona gasskinjar en skinjar? Já, ef þú með gasskinjar fyrir 290. Ja. En ja, það eitthvað som fremtiden, så jeg myndi líka vita mikið meira bara 6 måneder, eller sådan, vi begyndte að setja meira upp, og jeg líka kannski selv búin að fara á námskeið í uppsetning af luft i vatn, og það bara svona núna svona byrja. En ja, það 32, það líka það som heter svona slightly flammable, så það líka, man þarf líka að passa sig med það, sko. En það búin að genga bara mjög vel upp til núna. Það enginn búin að lenda í neinn slys. Så smá með luft i vatn. Man gæti til dæmis vera með, man alltaf með svona útitæki. Það heter luft i vatn, fordi man að taka orku frá luft og setja í vatn. Og så gæti þú nota vatnet i alls konar, i gulvhitta eller opnerkerfi eller næslevatnet. Þessi mynd sýner svona tæki som svona heter monoblok, það som búin að ganga frá kælemiddel i útitækið, som man bara lægger vatn á milli, inni og úti. Jeg har aldrig búin að selja svona. Jeg mejler oftast med og takker kerfi som heter Split, og vi siger, at það minus 15 úti, og kannski man búin að setja eitthvað glíkól á kerfið som þólet ned i minus 15, en så verður það rafmagnsløst, og så gæti varmaskifteren springa i útitækið. Så jeg mikið meira spændt, fordi det har bare alt vatnet inni, og verður siden bare med kælemiddel og midtlig, som þóler alveg minus 50 grader. Það smá með vatn i vatn, eller jörð i vatn, og það man svona með útlítið frá okkur, eller var svona sama, eins og bara innitæki, så du med kælepresserne alt sammen i varmadælan. Oftast folk að leggja út í jörð, svona grafa niður rör, plastrør, og fylla með etanol eller sådan alkohol,
kejler jörðveginn smá, sækja orku í. Þess vegna þarf man að grafa þetta niður í svona frostlaust og vera með stórt svæði. Það borgar sig ekki að spara og kannski man að búa til 105 meter klaka í jörðin og så man búin að missa, så man ikke ná meira að hitta út. Og það langt betra að vera bara með nóg. En oftest er lagt sådan i kringum 600 meter. Og så man med hitter i til dæmis 150-205 meter hus. Sådan oftest. Og der ligger stundum folk med búin að købe sig 35 meter hus i husasmeden eller svipað, som kemur tilbúin med gulvhitter. En så er det sådan, vil du æde 1,5 million plus uppsætning i vatvarmadæler, eller vil du sætte 200.000 kroner luft i luftvarmadæler? Nå ja, kanskje var det bedre bare med, men det er ikke alltid det hender at være med det bedste. Þess vegna er det líka mjög godt at spørge, og jeg er meget ofte búin at få folk til at skifte skoden, og kommer ind med lille hus og vil luft i vatten eller ikke sådan, en lapper ud med luft i luftvarmadæler, og kanskje gennemstemmelsehitter eller svipper til for det næste vattnet. Ja, der er sint líka med, der er sådan samme, man kan ikke være med bare altskoner, næste vatten og handklædeåbner og gulvhitter og åbner, men i rønne bare bruger til helt vatten, med luft i vatten og vatten i vatten, kan vi, og så kan man nit der i bare það som man vil. Hita blásar og altskoner. Så der er sådan en lyst, som myndi henter bare næsten vi bare alt kaldt svæði, og það som man notede pænt ramag, her kan man sætte hver varmadæler lysten i stedet, og minka ramagsnotkun. Og myndi man aldrig sætte utetækket sådan, man aldrig sætte der op ved væk, bruger til ikke for skjól. Der er stundum når folk, som er med der i sådan noget marketing, eller hvad der hedder, som er bruger til bikelinger, så er det sådan at trække meget af sådan noget, nej, ikke gætter sådan noget. Der er til dæmis sådan et skjólhus, som de byder i bag fra Mitsubishi, som jeg næsten vil aldrig få sælge med. Her luft i varmadælerne, som er at bruge til bare godt skjól i, hun er sådan at takke luft ind i hleden her, og ligger bagved her. Men så ligger bruger til ikke for skjól, efter kæmmer vind bændt og mod det. Og vi siger, at hun er ikke i en skjól, og der er mere vondt ved, og blæs røde storme bændt i gæk. Så hun bare skæmmer blåsteren og moderbordet og alt sammen. Så man þarf sådan at passe. Og jeg ved, at ude i Svíþjóð og sådan, der er man ikke mega fyrir skjól og fyrir snjóen. Det er bare bændt nede, end á Íslandi er det bare ødevise. Og det er bare mere, vi þarf at hugsa at það aðeins betra. Já. Það sem þetta er mikið notað úti, þegar við erum að byggja húsin, þeir eru ekki farin að hugsa fyrir þessu og gera, þetta er ekki fallegt utan húsin, en þeir eru ekki farin að byggja þetta inn í það en þetta sé. Jo, der er jo en så sådan, en så vi ligger med fedt i luft, sådan et timperhus, og efter du er med af bostaden, timperbostad, sætter sådan et timperhus i kringum og maler i samme lidt en så huset, så er det med der sådan her snittelegt. Ja, jeg var nu med et mynd, jeg sjov om dagen med sådan dejme sko. Jeg var kanskje bundet. Nej, jeg held ikke, men der er jo mikið af sådan noget fjernvarme og ligger ude, så man er sådan der ligger mjög stort. En stundum ude er der helt ikke hægt, eller du er kanskje med olie eller gas eller sådan noget. Ja, men det ligger, at vi stundum er hægt at få sådan noget, som er solgt lukket ude og Spavne eller ikke for sådan noget. Men så er du ofte der kejler. Så du bare skiller hitteren ud i kassan, og så er alt i leje. Men efter du er med at kejler og nitter hitteren,
så er det mye vondt for varmadælerne at lande i at minke luftflade og sådan noget. Så man vil helst, og derfor være lukket end samt åbent. Ja. Det så mikið áherslu, sko. Ja, jeg ved. En það líka mjög mismunandi. Jeg er mjög sjaldan núna að skipta mig af hvað folk finnst hvernig það líta út. Af því það er bara mikið mun. Þessi röðu er fallega. Eller, nei. Ja. Já, það var lige smá munin við þessi monoblok og så sådan split unit med það som man er med varmeskifterne i utetækket, efter er sådan monoblok eller package unit, og búin að ganga frá alt kælemiddel, og það verður líka svona med luft i vatn med propan til að byrja með allir var, så er búin að græja alt kælemiddel bara úti, og så er píparinn bara að liggja á milli vasslagnir, en það som er núna, eller jeg er aldrig for sælge eller vide i vørekøb, der er sådan en split unit, og der er varmeskifteren i indtækket. Så vi er bare med vagt inden hus. Og jeg er sådan, der er langt bedst at nå, der ikke var glykol eller sådan noget ligger inde, bare til at være der med, hva små smørger, kalvet, ikke bare vand. Jeg var nu at tale ved en guy, som var på at fedt lav, bare vand. Jeg var sådan noget. Okay. jeg var búin að heyra út af tekninga og svona, så þarfst þú líka að vera með glykol ef þú er með það í sumarbústaðin til dæmis og það vera rafmagnslaust eller eitthvað og tæringu líka, ja. Men þarf svona, þetta er bara smá, ég var að sína þessi fyrir svona pípulagnir mestara som var svona að fara í, så var það aðeins meira hvað er inn í innetækket. Og það er sín til dæmis varmeskifteren i utetækket ved þessi package model. Så er der líka indbyggt sådan hittatúpa, så ef eitthvað gerast með utetækket, så er hittatúpan að taka við og líka bara hjálpa ef það þarf stundum aðeins meira hitta, segja það vera -20 í sólarring, så á kerfið orku inni til að så það verður ekki kalt. Så er líka neysluvatn og dæla fyrir neysluvatnið og svona þenslukar og dæla fyrir húshitun. Þessi local system gæti verið að opna kerfið eða gólfhita. Og så er hinn það som varmeskifteren var i utetækket, så er der núna í innetækket, og það er þessi split unit, som jeg er mest spændt fyrir. Varmadælerne er sådan at sjá svolítið mikið, bæði neysluvatn og hita. Það er mjög svona fullkommen lyst, som tekur heldur ekki så mikið pláss. Så jeg er svona, ja, jeg held at folk myndi køber bare meira varmadæler i fremtiden. Ja. 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 Ja, med et sådan mynd. Ja. Jeg kemur, med et mynd. Ja, eftir smá. Það er líka sínt með 19 af lofti varmadæler. Það er sínt 2 mismunandi, et med 35 grader fyrir gulvhittan. Það er man að ná betra 19, og vi þarf ikke að hitta vatnet eins mikið. Ef man får alveg tilbaka í tæknimyndin så må man kondensera kælemiddel við minna hittastig og þrýsting, og það er einfaldara fyrir kerfið. En så er så er 55 grader sent fyrir opna, og man er næsten ved at miste 1 i 19. Så 1 kilowatt verður 4,48 kilowatt hitta, og verður það bara 3,3. Og það er líka eitt sem gæti, ef man er að setja upp opna, þú gæti verið með lítil opn, som er með mjög hátt hittastig. Það er þú með minna góð 19,
Så hvis man er bygger nyt, så er god hymmen, der tager bare storen op. Og du kan ikke kende der 1 kilowatt, var bare større op. Med kaldere vatten skiller samme hitter som lite op, som en brændende hit. Og der er så ligger en som med gulvhitter, der er mye stort svejde, så man kan ikke være med disse mindre hitterste i de. Så jeg sådan at sige, når myndigheden til dæmis, vi har sådan brugt til helt næslevat, luft i vatten eller vatten i vatdejler. Og så er vi med sådan ofte sådan bufferkut, hvis man er med mismen, det kanskje blander åbner gulvhitter. Mye ofte, så er piper den og sådan noget. Man er kanskje bundet at tænke, kan det ved med bare termostater, som tider, det er lukket, så det er lukket for det vattnet. Og så bliver det varmedelen altid for kvarter, fara i vitlu. For hun vil altid få vand igennem sig til at mejle, þarf jeg at hita eitthvað, eller þarf jeg at gera ikke neitt, at der no heit. En til dæmis der gæti man være med heitan pot, þarf man at være med varmaskifter og dejler for hitapotten. Så er sin sådan hitablásara, at du gæti være med það líka. Så gulvhitter, hvis du er og nýta eitthvað hæra hitastig, kanskje 50 grader for det hitapotten ind á varmaskiften til at halda 40 hinimæn, og kanskje 5 eitthvað for det hitablásara, så vil du blande dig ned for det gulvhitteren. Du ikke at sætte 55 grader ind á gulvet, så men det der þólar það ikke. Kanskje fliser stundum, ikke var hæra hitastig. En så þarf man at hugsa uppblundun. En sådan einfaldeste dæmið, það er varmadejler, fordi der er dejler i dejleren, i indetækket. Hun dejler bare bent ind á gulvhitter, avnen, uppblundun, og man er siden bare med termostat, som Mitsubishi er med, og siger bare, at jeg vil 20 grader, så hun og sjå selv og halda þessi 20 grader, og bare alt af samme rensled, bare 15 liter i minuttet, eller ikke sådan. Men efter er ikke noget heit, så hun har ikke hitasted af vattnet. For som sådan kan vi have, du altid med samme hitasted, og så du har minker renslen, eller der er som er oftest i sådan åbner kalvi og gulvhitter kalvi. Der er sådan små møn med og så er sent med at åbne. Vi er sådan langt oftest at sælge med sådan kut, og vi siger du til dæmis med rette hitasted i alt huset, og du er med fyldt af termostater i hvert herbergi, som er desvegna lukket alle sammen. Så myndi dejleren altid være med vattnet i kuten sinanlæg for at se. Så hun er bare dejler ind af kuten og hjem til sin. Hun er i rønnen bare hugsa at halda hita i kuten. Og så må vi taka ud, og vi må lukke ligge, indtil vi vil. Så man altid er lenter i væsen med flejdet. En ligger, så af varmadejleren altid orke for det afrimning. Og vi utetækket af, hun er bundet at kejle mikket, og hun er kanskje efter er plus eitthvað smá, og hun er kejlet dernede i minus, og der er mikket rakker, så hun er bygget op klakker af utetækket, og sammen med luft i luft. Der myndi hun så eiga orku for det afrimningu i kuten. En sagde til dæmis, at der var ingen kut, og man var med gulvhitter, kanskje med 10 måtter og 10 herbergi, og øtle og rette hitasted nummer 1, så der var små vand, men der var ikke nok. Der var ikke nok orke for det afrimning. Så var hun ikke at nå afrimningu, og så man ligger lenter i væsen. Og sådan, sådan mejler med bufferkut. Der er mye god øyrigi i det, at man er altid, du er altid med noget orke for afrimning, og du er lige altid med
reynsli eller svona flæði fyrir varmadælan. Alltaf heitgas afrýming á þessu? Já. Og svo líka lagt svona það svona rafmagns hitaþráð í drippbakkan. Já. Svo heitgas alltaf á eldmenninu. Já, einmitt. Það þarf að fara í frárensli aðeins líka fyrst til frárensli frá Útitækið. Já, það kemur mikið vatn frá útitækið. Og það líka stundum folk glemt í, búin að setja útitækið loft í loft eller loft í vatn fyrir ofan pallen, eller oven bara beint út svalarhyrden, og så ligger bare fyldt af vatn nede, og 10-5 meter klaka. Så man þarf svona að hugsa útitækið á að vera á stað þar sem má leika. Eða så þarf man að útbúa eitthvað til bakka, auka og með hita og ja. Það svona smá. Langar mig að sína, það var eitt svona stærra varmadælakerfi sem ég seldi upp í Jakob Velger, som var med fullt af hittablásere inn í framledslene þar som þeir skæra upp fisk og svona. Og þeir var med stort ammoniakskejlekerfi, þar som þeir var at taka orke ut oljen i kejlekervet og nýta í hittablásere. En það var ikke ná nema svona 50 grader heit. En hittabláserne ville frekar få 70 grader til at være. Þeir vinna betur med það var samme eins áðan, það så pínu litli, så det þarf mjög hátt hitastig. Það var vi at sætte sådan vatn i varmadæla, som som gæti kælt á eitthvað som svona heit, fordi það líka vandamál með kælemiddel. Það erfitt að kæla á eitthvað som 40 grader. Man vil frekar være, eller man þarf að velja rette kælemiddel til þess, og líka að ná svona hátt hitastig, að ná 70 grader. Venjulega svona varmadæla, hún kannski að ná eitthvað 60 grader. En það var svona verkefni som så fætter ned i hittabláserne hérna. Så langar mig líka að sína aðeins með svona bara risa varmadæla som man mikið í Danmarku núna og gera með svona fjarvarmaveitur og byggja upp. Þú með útitæki hérna, eller það í rauninu bara svona kæleblásara eins inn í fristiklefa. Þú bara kæla loftið, så þú með kejlepresser og sådan inde i hus, og så du siddende og med sådan en resa bufferkut. Du bare klarer kuten op med kanskje 8-10 grader heit vand, fordi man oftest nogen der noter hérna, eller sådan kerfi, der med CO2, som jo højere þrýsting og højere hitastig, højere ná upp i sådan 8-10 kanskje 90 grader heit vatn. Man noter þetta svona þegar bara kveika á varmadælan þegar rafmagnið ódýrt. Så þegar hlaða upp orku í kútin sem kannski nú man ég ekki akkurat með þennan, en seneste som ég var að sjá það var 5.500 rúmmeter kút. Það bara mjög mikið orku sem man gæti geimt eller svona hlaða upp og så nota þegar man þarf. Og það líka eitthvað sem ég búin að sína veitur og svona, því það svona smá galið að man með fullt af orku som man lokka sundlögu og svona. Man gæti bara hlaða upp og geima þetta. Nú þarf ég að nota þetta. Så ég held líka man byrja að byggja fleira svona safna. Jú, það líka. Jeg har til dæmis búin að skoða aðeins fyrir austan og upp í vestfjörum það sem fjárvarmaveitur sem nota bara reysa stóran hitatúpa eða olje. Man kannski 3 mánuði í árið að brenna bara fullt af olje í staðin fyrir að útbúa svona kerfi, skilur það til. Og jeg held þessi fyrirtæki í Danmarku, það með meira en 50 verkefni núna bara í Danmarkur. Og þeir líka með vatn í vatnlausnir og líka með
er 600 til at nå højt hitastig. Så ligger flere, som er begynder at udbore varmedeler til at bruge til gøve. Og der er alveg upp í 200 grader, en það er mjög erfitt og mjög dyrt. Og jeg er ikke alveg viss at það myndi borga sig, fordi það er så lítil framleitt og en allavega eins og svona varmedeler ligger i hitaveitakerfið og bara út alt, þar sem man henter fullt af heitt vatn. Gæti bara nota þetta, kæla þetta ned i kannski 10 grader, i stedet for at hente þetta 30 grader. Og sapna þetta upp og skjóta þetta inn i kerfið aftur. Reyna að nýta orkun som til aðeins betra, heldur en bara. Það mjög skrítið, það lítið nýtt af varmaorku frá fyrsta kerfi. Ja, og það líka það Það okkar sem þetta spillir það. eitt sem man gæti svona, fyrir tilbaka, som er líka svona aðeins framtíðin í þessu. If man gæti svona ímynda sig nefnilega, if vi har kæla, nota það i at kejle eitthvað fristihus eller eitthvað svona. Men så vi líka nota hitan inn á hitaveitukerfi. Og siden vi bare búin að borga rafmagnið hérna, en vi búin að fá þennan pluss þennan. Så du kannski að ná kerfi som er upp í 10-19 eller eitthvað svona. Nota báðu megin i stedet, og það er samme eins og svona gagnavöru, eller hvad der hedder, sådan datacenter, som er kanskje med flere megawatt af orke, som er bare hent, og næste bag er bare kaldt svejde. Man gæti bare skjóta það beint inn á svona fjárvarmaveitu i stedet, og hugsa þetta aðeins betra, eller svona. Já, bara fylgja stöðum, sko. En það er líka, så man kannski búin að finna eitthvað, men alltaf að bora, eða fullt af milliarder i að bora eftir heitt vatn fyrir lítil bæ. En så finder man kannski ekki nóg heitt vatn. Kannski er þetta bara 20 grader eller eitthvað svona. En það gæti man setja varmadæla og fá þetta upp kæla á 20 grader ned i 10, en så hene man bor til kannski 70-80 grader. Ja, så var der sidste mynd hérna med bare sådan propan luftig varmadæler, eller það er sådan næste kynnslóð, hvernig það lítur út. Þú nota hitamæla líka inn á kerfinu. Það er svona loft í vatnkerfi. Hitamæla Ja, til að setja inn á stýringuna fyrir. já, það er bara indbyggt i úttækið i sådan, og það er líka eins og når man er að stjórna kerfið, sína hérna smá, if man notar þennan, så ef það er mjög kaldt úti, så þú er búið til að heyra hittastega vatn, som hun úttækið myndi skynja, ok, nu er minus 10, så má búið til 55 grader heitt vatn, en þegar plus 15 úti, så kerfið kannski bare búið til 45 grader vatn, eller eitthvað svona, så það er kannski nóg, og så er þú búin að minka. Þú er búin að fá betra nýtni, fordi þú þarf ekki að hitta vatnið eins mikið upp. Það er svona besti nýtnin, að man er svona að láta varmadælan selv hugsa aðeins hvað þarf ég að búa til hátt hitastig. Hérna einn spurning. Já. Er ástæða til að kíkja eitthvað á þetta, eitthvað við þessa venjulegu loft í loft og svona? Já, men luft i luft, það er nú minna svona, að vi líka, man þarf alltaf að þrýfa síðan í innitækið. Þrýsting og svona, það voru að bæta út í. Ja, það er meira ef það kemur ekki hita frá þetta. Ja, så er það meira. Ja, man þarf alltaf að hafa líka með útitækið, þú vil ekki vera með fullt af rík á eller mjög skituð, så er du inn, ja. Ekki bara þetta, if it ain't broken, don't fix it. Jú, það er nú, ja. En það er kannski aðeins meira með loft í vatn, men það er síu og svona í þessu, og sérstaklega ef man er með að opna kerfi, það gæti koma ríka svona í eitthvað smá málm og svona, så myndur man vera með svona síulsíu og þrýfa það og þrýfa síu og
fylgjast með þrýsting og eins og þetta líka eins og við töluðum í byrjan líka íslenski markaði smá öðruvísi varandi varmadæla eins og til dæmis úti mikið betra hald utanum svona því hann sem að setja þetta upp hann að selja þetta og gera þjónustusamning og svona kemur einu sinni í árið kannski en hérna folk vil bara veisla þetta beint en hvað svo ef það gerast eitthvað skilur það engin með og bara við með ábyrgð ef eitthvað gerast en við þarf líka að vera með eitthvað sem kann að setja þetta upp så ég held líka núna næste kynsluð ég held það góð hugmynd að man byrja svona að hugsa í að vera meira í að kenna folk og þeim sem setja þetta upp þeir bara með meira ábyrgð í stedet fyrir að folk bara ég bara leipa þetta út og færa þetta nei, ég henta þetta bara það svona, það myndi aldrei gerast úti man myndi aldrei lappa inn í búð og kaupa sér varmadæla það bara má ekki Nei, en það lendir nú í því bara það sem að voru með svona varmadæl gamla Mitsubishi og það var einn aðili sem var að þjónusta þetta og hún var biluð og það skildi enginn eitt hvað var aðeins og hann gæti aldrei fundið neitt út og fjárstýringarna það skiptir batteri í fjárstýringarna já til þess að taka saman, það er tveit já, einmitt það oft þá var ég verið að senda mann skilur ómennta að það nógu ódýr starfskattur ég veit ekki hvað marga ferðir hann kom nei aldrei fannst að hann skiptir batteri í fjárstýringunni nei men held og það líka eitt sem men held mjög ofta að það eitthvað bilað með varmadælan það eitthvað bilað en langt oftast så þetta eitthvað svona og ég gæti allavega fyrir okkar hönd segja með Mitsubishi mjög lítill af bilarnir bara så ég alltaf svona ef folk segja það er eitthvað af så fer ég yfir bara allt kerfið kannski eitthvað búin að loka eitthvað loka það er ekki rúpið inn það er bara næstum við aldrei dælan eitthvað skemmt eller í som man alltaf får løse þetta med og andre med nævet og skoða þetta í róligheitunum í stedet fyrir bara en já, það var svona nú veit ég ekki hvað ég búin að nota mikið tíma mikið meira heldur en ég átti vona heldur en já þetta búin að vera eitthvað ég gæti nýtt í eitthvað eller búin að læra eitthvað en ellers þetta líka eins að ég alltaf í vinnu og man getur bara ringt með spurningar eða koma í heimsókn og ég oftast að mæla með folk kemur bara í heimsókn og við með mismunandi varmadæla uppsett sem man getur skoða hvernig það líta út og man fara bara vel yfir alls konar með uppsetning og það sem man þarf að hafa í huga í stedet fyrir man panta sig varmadæla á netið frá Amazon og så er man bara í vondu máli sko, oftast nýtnin að verða betri og betri það er mjög svipað nýtni líka með nýju kælimiddel man svona í kringum þessi 5 í nýtni som úti, som í Danmark og svona en så líka það er svona 2 mismunandi nýtni eitt sem líka fyrir kalt svæði som aðeins minna og það er bara kaldara eins og Finnlandi og það er ekki svona stökkbreyting í tækni þetta er bara svona það er mjög, men ekki samt besta að eins og svona í stærri bústöðum og svoleiðis að vera með sko loft í vatn og vera með gólfheitum kerfi er ekki langt besta nýttin út af því loft í vatn eller vatn í svona stærre hús og loft í já en så líka ef þú með stór hús og þú ekki með vasskerfi þú ekki með vassopna eller gulvhitta þú bara með rafmagnsopna så oft það er mjög dyrt að skifta allt kerfið og þarf að breyta upp allt gulvið og fá gulvhitta så gæti det borga sig bara að vera með loft í stærste rýmið í stofan og þú kannski 500 000 með allt saman loft í vatn og þarf að kaupa opna eller gulvhitta komið í 3 millioner kannski og það myndi aldrei borga sig þú myndi aldrei ná að spara það þarf svolítið að hugsa þetta
Já. æðast að því að framkvæma sko. Einmitt. En þess vegna er líka eins og hjá okkur, fólk kemur bara oft með tekning af húsið sitt í heimsókn og við bara taka eitthvað spjalla þetta og finna eitthvað góð lust. Já, ég held það var. Það var flott. Bara takk fyrir mig og takk fyrir tíman.